One of the most famous Icelandic ghost stories of all time tells of the deadly struggle between the Viking hero Grettir and the powerful evil spirit Glaumur. The story takes place nearly 1,000 years ago when Iceland was being settled. In those days, people were familiar with the hauntings of Glaumur, a notorious ghost. Grettir, Iceland's strongest man, heard of Glaumur and decided to take him on. He rode to the farm Þórhallsstaðir, where Glaumur was now doing his mischief, and was welcomed by the terrorized farmer. On the third night, Grettir woke to a loud noise outside. The door suddenly flew open, and Grettir saw Glaumur's enormous ugly head appear. Catching sight of Grettir lying there, Glaumur seized the cloak the hero had wrapped about him. Grettir held tightly to his cloak, and thus ensued a violent combat between the two. They smashed everything that was in their way. Glaumur attempted to drag the hero from the house, but Grettir desperately resisted. As Glaumur leaned backwards, the door gave way, and he fell through the doorway onto his back, with Grettir on top of him. As they fell, the moon emerged from behind the clouds. And Glaumur peered up with terrible glaring eyes. Nothing had ever made Grettir shudder with terror as much as that piercing gaze. Then Glaumur said to Grettir, "From now on your luck has turned. Whatever you do shall go against you. You shall be outlawed, and you shall live alone in the wilderness. It shall be your eternal curse to see these glaring eyes of mine before you. Because of them, you will fear to be alone, and that will lead to your death." Then Grettir drew his sword and severed Glaumur's head from his body. Jón Eriksson, a farmer and a fisherman from Skagafjörður, is on his way to the island of Drangey, which was once Grettir's refuge. They've passed the rocks, which are said to be a petrified troll woman with her cow. The story goes that the pair were late one night returning from visiting the bull, and as dawn broke, they were transformed into stones, as happens to all trolls when touched by daylight. Every spring, Jón Eriksson sails with his sons and daughters to the island of Drangey to gather eggs from the cliffs. After Grettir had roamed from place to place for many years, always in fear of his life, he decided to seek refuge on the island of Drangey, which was steep and uninhabitable. But ever since his fight with Glaumur, he feared to be alone. Therefore he took his brother Illugi and a servant with him. When they reached the island, Grettir was impressed. Sheep were grazing, and the cliffs were teeming with birds. One night the servant accidentally let the fire go out, so Grettir decided to swim to shore to seek fire. The farmers who owned the stock grazing on the island had often tried to drive Grettir away, but in vain. However, one day Grettir fell ill as a result of evil sorcery. When the farmers heard of that, they rowed out to the island and killed Grettir and his brother Illugi. Heldur að það hef ekki sótt að þeim einsemd hérna í útlegðinni í Drangey, þeim félögum Illuga, Gretti og Glaumi? Jú, það hugsa ég nú, en svo hefur þetta nú verið ólíkt sennilega skemmtilegri vist hérna heldur en þegar Grettir var einn að þvælast einhver staðar upp á reyjum fjöllum og með kannski ótrygga fylgdarmenn með sér sem sátu líf hans. Þá hefur þetta verið mesti munur að vera hér í öruggu vígi og með bróður sinn og sjálfsagt skemmtilega strák sér við hlið heldur en að liggja einn í myrkrinu einhvers staðar upp í fjalli í helli og sjá glámsaugunni í hverju horni og
maður finnur til með Gretti hafi verið svona illa haldinn af myrkfælni og ótta við drauga. Hver væri Glámur í dag? Hverjir væru þessi draugar í nútímanum sem Grettir óttaði svo mjög? Nú allir væri ekki svipaðir eins þessum draugum sem að nú ríða húsum hjá fólki. Ég var að lesa það núna í blaðum daginn. Viðtal við formann Sálarannsóknarfélagsins. Það nú hér bil 2 beiðnir á dag sem komum það að kveða niður einhverja drauga eða ímyndaða reimleika. Þá getur maður hugsað sér það í fornöld þegar allt var ljóslaust og það hefði sjálfsagt ekki þótt mikið þó að kæmi svona 10 á dag við það. En það voru galdramenn sóttir langa veg til þess að kveða niður drauga. Ég get nú kallað hérna þar frá náður á brún. Hefur miðring. Ekki heyrðu. Heyrðu ekki mér. Það var alltaf hræddur sko ef að hérna var ekki gott berg fyrir ofan. Ég hef sloppið nokkuð vel þessi 40 ár sem ég er búinn að vera hérna. Já, það nokkuð gott fyrir sálina. Maður fær svona útrál sko, maður kemur hérna fram, fer kannski nokkra niðurferðir og þá maður búinn að fá útrál og þetta allt í lagi, allt sumar alveg fram á næsta vor. Þetta svona eitthvað sem maður þarf að gera þegar maður búinn að venja sig á þetta. Ekki bara taka svona út við. Þú átt að gefa upptökuna? Já, bara taka, já. Quite a few people have lost their lives gathering eggs on this island. Og þetta orðið erfitt. Þetta orðið erfitt. Maður fann að mæða svo mikið. Það allt í lagi með annað og ég er bara ekki nógu góður fyrir brjóstinu. Þetta erfiðara heldur en það hefur verið. En þú ert ekki hættur? Já, það getur vel verið að þú hafi séð þarna endalókinn á ferlinum. Og hvernig finnst þér að hugsa til þess? Það verður búinn. Já, það er bara nokkuð gott. Það er bara nokkuð gott. Maður hefur sloppið slysa lítið og þetta er bara ánægilegt að líta tilbaka. For centuries, people from the mainland have been coming here in the spring to gather eggs.
Nowadays, climbing down on the rope is a mixture of recreation and challenge. In the old days, which means not too long ago, the eggs were the main reason for undertaking the dangerous cliff excursions. After the long, hard winter months, when the monotonous food supplies were running out, the hungry locals eagerly awaited these exquisite delicacies. As well as being a treasure chest of food, the island would also become a source for numerous tales, both true and fictitious. Það nú náttúrulega með þjóðtrúna, það nú frægasta dæmi úr þjóðtrúnni á Drangey, það þegar Guðmundur góði fór að vígja Drangey og þetta var náttúrulega vá fyrir dýrum þegar menn fórust hér við Eggjatech og stóllinn fékk ekki sinn skammt af eggjum eins og maður má geta þá. Var að gera eitthvað í málinu og Guðmundur fór og vígði bara eyjuna. Hann hefur byrjað sennilega, eða það virðist vera að hann hafi farið rangsælis og því hann endaði hérna fyrir aftan okkur Heinaberg og þegar hann hafði vígt allt bergið og verða komin hingað þá kom Loppa út úr berginu og skar á festina og það tók í sundur alla þræðina nema einn sem var þrælvígður alveg hreint og heyrist rödd segja inn í berginu hættu nú að vígja Gvendur biskup, einhvers staðar verða vondir að vera og Guðmundur náttúrulega sá það út af hyggjuviti sínu að þetta var satt og hætti að vígja síðan hafa þeir verið hér í sátt og samlyndi við guðamenn. Og þeir vondu eru þarna í Heinabergi? Já, ég veit ekki hvort þeir hafa skánað eitthvað þeir menn ekki alltaf að skána og eins þeir vondu kannski eru þeir orðnir góðir núna. Sumir hafa gaman að sögum, sumir ekki. En ég kannski hrifinn af Grettisögu vegna þess að ég alinn upp hérna á, eða var tíma hér á næsta bæ, 5 ár, hérna á næsta bæ við Drangey. Og ég hafði fyrir augunum hérna vegalengdina sem að Grettir sýndi frá Drangeyjarland. Og þetta sótti alltaf á mann, einhvern veginn. Það var eins og maður fyndi fyrir návist Grettis þegar maður gekk með fram niður að sjó kannski þá var eins og maður gæti séð í huganum þegar Grettir var að koma að landi. Here in Hegrenes, the largest elf district in Iceland, strange things happen now and then. A few years ago, when it was decided to build a road, there were many interruptions and incidents which finally led to the construction of an awkwardly steep road. The spirits from the other world that lived there obviously felt disturbed. So one day they got in touch with the wife of one of the construction engineers and gave her a message. Mér skildist að þessi viðvörun væri frá huldufólki eða einhverjum vættum sem þarna væru. Hann orðaði það þannig að þetta væri skilaboð að það mætti ekki sprengja þarna eins og væri búið að gera ráð fyrir ætti að gera. Those in charge of the road building received further messages with similar warnings from the invisible world. The result was that the road building authorities in Reykjavik, the capital, finally agreed to meet with the invisible protesters. For this purpose, they engaged a well-known medium as a go-between. Þar kom fram að eftir sem að yrði gert þarna meira rask
að þá yrði það áhættusamara upp á afleiðingar. Þeir sögðu afleiðingarnar yrðu í samræmi við verknaðinn. Og frá hverjum komu þessi skilaboð? Það komu þannig fram Ólafur á Hellirandi og Árni Keflavík sem voru bændur hérna í Nesinu. Dánu fyrir nokkuð löngu þá. Og síðan kom stjórnandinn með þessi skilaboð. After this meeting, dynamiting was forbidden and the road was rerouted over the rock. Just when all of the problems seemed solved, the foreman became frightened upon having a nightmare. Þá dreyfum við það hér upp í skarðinu. Það klettanibba, eða svo klettur sem álögin átti nú að vera mest á að vegurinn þurfti að fara yfir og öllum var illa við. Átti nú að sprengja hann uppalega. Og mér finnst að ég sé staddur hérna í skarðinu og sé að virða þetta fyrir mig. Þá kemur vera út úr klettinum, þrífur til mín og þrýsti mig niður og leggst ofan á mig og hérna hóta mig öllu illu þangað til að ég lofaði því að ég skyldi ekki raska nokkrum sköpum hérna, gangur varlega og hægt væri. After the dream, he seriously considered resigning. However, he continued and everything went normally. But this is not the end of the story. A brand new bulldozer would break down to ice. All it had to do was level off a rock obstructing the way. But the bulldozer refused to work right from the beginning. Eventually it functioned, but again broke down and needed to be repaired. And all because the aggravated elves were still unhappy. Já, ég skal nú ekkert fortaka fyrir hvað þeir hafa gert, eða ekki gert, en þeim var alveg kennt allt sem við sóst. En þetta var svolítið óvanlegt hvað við urðum fyrir miklum bílunum á þessari vél, nýri vél, og við höfum nú reyndar eignast áður margar vélar frá sama fyrirtækinu, ekki orðið fyrir þessu. Þannig að þið hafið ekkert átt von á því að ýtan færi að bila þarna svona flunkun í eins og hún var? Nei, það var ekki. Það var náttúrulega, af því að vélin var í ábyrgð þá fengum við nú aðila frá umboðsaðilunum til þess að líta á þetta strax og þetta náttúrulega var til þess að gera sögurnar svona kannski svolítið meiri að því að komi menn að sunnan. Tilfellið þótt svona alvarlega, En hvað finnst hér nú svona sjálfum þessa álfa hugmyndir manna? Ég nú svo sem óskup lítið að segja, en það er kannski ekki aldrei ódýrt að kenna álfunum allt sem illa fer, eins og í þessu tilfelli. En trúin ágæt. Sögurnar skemmtilega margar. Það hefur orðið full sátt á milli álfa og manna hérna? Já, það hefur ekkert skeð hérna síðan. Ég má segja það að það hefur sem sagt að við höfum gert það sem þeim líkaði. Hvað heldur þetta sjálfur þegar þú lítur tilbaka? Ég veit ekki hvað að segja. Ég í þeirri trú að þetta hafi verið eitthvað raunverulegt. Mér finnst það. En ég trúi því að það sé einhverjir huldir vættir. Sjálfsagt þeir bæði til illir og góðir.
Ykkur hefur ekkert orðið um að fara að hreyfa við klettum hérna í Hegranesinu, núna í sambandi við þessar framkvæmdir? Nei, það sko búið að taka hér grjótnám, verið hér grjótnám í mjög lengi sko, hér á þessum svæði hérna. Hvað finnst ykkur um þetta, að það séu álfar í grjótinu? Ég alveg upp við það sem barn og unglingur að trúði því að það gætu verið einhver íbúar í hólum og steinum og það hefur ekkert breyst. Sú skoðun mín hefur ekkert breyst, held ég. Hvarflar aldrei að þér þegar þú ert að hreyfa við stórum steinum með stórum vinnutækjum? Þetta getur verið ofarlegt. Jú, auðvitað hvarflar það manni, en einhvern veginn það nú svo, maður gerir það nú alltaf. Það sem maður beðinn að gera, bara fer í það, en ég hef nú ekki orðið var við þetta svona, en hins vegar afneita maður þess ekkert, sko. Ég segi samúingi með það að manni var sagt þetta hérna þegar maður var krakki. Að það væru steinar og álagablettir og vera ekkert að rótast í því eða skemma það. Þannig að maður trúir því ennþann dag í dag að það sé og þó maður hafi ekkert orðið var við það áþreifanlega en þetta kannski veit maður ekki mikið. Steingrímur Bjarnason recently saw 2 wishes fulfilled. He bought this house in which he lived as a child. Along with the house, he purchased a large rock on land extending outside his garden fence, but which was not for sale. The local authorities were busy for months, trying, because of all the red tape, to make this rock the property of Steingrímur. This is an elf rock that is part of Steingrímur's life. It all started in his childhood, when he was told that there were people living in the rock. Þá gátum við nú samt aldrei meðtekið það til fulls að inn í þessu steini byggi lifandi fólk eins og við. Það var nokkuð sem við ekki skildum. Og við strákarnir hérna á Hóli, við gerðum þó nokkuð af því að skora á íbúa steinsins að koma út og láta sjá sig. And it happened more often than he expected. Several times in his life, a woman, always the same one, appeared to Steingrímur, who for many years was a seaman. Once she came to him in a dream and forewarned him. Heeding this, Steingrímur remained ashore and later learned that his fishing boat had sunk. Since then, he believes she has been his guardian spirit. The first time he saw her, he was a child. Young Steingrímur was happily hitting the lifeless elf rock as he often did. Even today, he can recall her exact words. Steingrímur, ef þú hættir ekki þessum ólátum við húsið mitt, þá mun þú hafa verra af.
From that moment on, the children respected the rock and recognized a sacred invisible boundary about it. Ég gat ekki hugsað mér eins og nú tíðkast oft í byggingar starfseminni að með öllu þessu stórvirku vélum og fljótvirku að það ekki verið að sneiða framhjá fyrirstöðum þó að séu erfiðar. Þetta bara ýta niður og sprengt og fjarlægt. Þetta gat ég ekki hugsað mér með þennan stein. Þess vegna ég mikið glaður yfir því að hafa fengið steininn inn á sem mína eign inn á mitt land. Þannig að það verður ekki hávaði í kringum hurðusteinin í skjóli Steingríms Bjarnasonar? Ekki alla jafna. Ég vona ekki verði eðlilegt og gott mannlíf. En hún á ekki að þurfa að flytja búferlum vegna ágangs og skemmdarstarsemi. Það á hún ekki að þurfa. Leo, like many old people in Iceland, represents the old Iceland. He goes back to a time when the weather was predicted from the northern lights or from animal intestines. He has been living on this farm for 60 years. Some of the stories that Leo experienced have now become famous in Iceland. One morning, he woke up to find an elf man beside him in bed. Ég held að það huldumaður með einhver sannari huldi. Og hvað var þetta sem gerðist? Það gerðist ekkert nema hann var að klæða sig og hífa upp sig í buxurnar. Nú eins og vantaði alltaf alveg svona lítið kringu sig. Og hvernig leit hann út? Hann var svona í grámóruðum buxum sem var að hífa upp sig og svo var hann bara í hvítri skyrtu. Og hann hvarf áður en hann var kominn í nokkurn stakk. Það eins og hann sæi hann hvergi, vantaði hann. Og hvernig var það? Hvarf hann þér sjónum þar sem þú varst og horfðir á hann eða? Já, bara allt í einu búið farinn. Ja, hvað þetta? Ja, hvað það? Þetta vill ekki láta sjá sig ef maður bara snöggvast. Og það eins og maður sér svipi og svoleiðis. Maður getur ekki hort á það einhvern eilífað tíma. Þetta bara hverfur allt í einu. Það bara ekki til. Hefur oft komið fyrir því á lífsleiðinni að þú hefur orðið var við svona hluti sem þú ekki færð skýrða á eðlilegan máta? Svo að segja eiginlega daglega eða bara hvenær sem sem að ég hef séð svona svipi og svoleiðis nokkuð. Ég kalla það ekki drauga, sumir kalla þetta drauga. Ég hef aldrei séð draug, get ég sagt. Það bara svona svipir, dáið fólk. Sumt sem ég þekki og sumt sem ég aldrei séð. Hefur einhverja skýring á því hvað þetta er? Það ekkert nema þetta framleiða fólk, það bara að sýna sig.
Á hverju er það að sýna sig? Nú, það getur ég ekki, það veit það. Það get ég ekki skil. Nú eru margir sem halda því fram að þetta sé nú allt saman bábilja og hindurvitni. Það sé í raun og veru ekki. Það eru bara aumingar sem að eru illa úr garði gerðir og sjá ekki neitt og finna ekki neitt. Þetta er ekki nema einstaka fólk sem er svona næmt. Er það kannski ekki það sem er þegar við erum að hugsa íbúa í hólum og klettum, að við trúum því að þeir séu þarna og þess vegna eru þeir þar? Já, það getur hjálpað til. Það getur hjálpað til ef við verðum var við þá. Ég er ekki trúaður á það að ef við tryðum ekki neinu svona, enda er það fólk sem ekki trúir neinu, nema það sem það sér út eldhúsgluggana, að það verður ekki vart við nokkurn skapaðan hlut. Einhvað svip og einhvað fylgi og ekki huldufólk og það er bara ekkert til. Það er engin guð til segja sem ég heldur, það sé bara bull. A few days after the elf's visit, Leo fell from this nearby cliff on his tractor. But neither he nor the tractor suffered as much as a scratch. Þetta nú hálfgert dauðsmannsfall. Ég nú snarlifandi samt. Já, hvernig stóð því? Það gerði það. Já, Guð og lukkan líklega og svo huldumadurinn sem að gisti hjá mig líklega. Ég þakka honum minnst gott í það. Nú heldur hann hafi komið og hjálpað þér að stýra vélinu því að var? Hann hjálpaði mér ekki til að stýra, ég stýrði. Var ákveðin í því að mér datt í hug að henda mér af vélinni en ég var orðinn slæmur í mjöðmum og vissi það að ég yrði bara undir henni. Og ég vildi heldur fara fram af og steindrapast undir vélinni þar heldur en að bara láta hann að málfa mig hér uppi. Ég er ekki træddur við að deyja. Ég hlakka til að deyja. Þú hlakka til að deyja? Já, ég hef búinn að gera það í mörg ár. Síðan að ég fór að þekka hinum megin, lífið. Já. Já. Og hvað býstu nú við að taki við? Nú, bara indæl sæla. Hvað hefur nú fyrir þér í því? Hvað hefur fyrir þér í því að það verði indæl sæla? Já, ég brá mér nú til dæmis í vetur. Núna rétt fyrir afmælið mitt, einhvern tímann í mars, þá var ég kominn hinn megin og þar tók á móti mér Héðinn stjúpsonur minn og bæði kunningi minn og hans. Og slíka sælustund hef ég ekki lifað í þessu lífi. Þannig þið líst vel á þig? Já. Mér líst vel á mig hinum megin og nú það er vel tekið á móti mér. Já. Þetta er ekki eina skipti sem ég hef brugðið mér þarna hinum megin. Er ekkert erfitt að skjóta svona yfir landamæri? Nei. Hvernig fer maður að því? Já, maður eiginlega veit það ekkert, þeir sem hafa eiginleika til þess. Já. Ég get farið þarna hinum megin og ég heyri klukkunni ganga en ég er bara þarna hinum megin. Þá er maður bara í einhverjir leiðslu sem og sér og heyrir alla skapaða hluti sem maður vill heyra kannski. Leo, er þetta ekki tóm ímyndun? Nei, það er engin ímyndun. In February, when the fish shoals were running, the seamen gathered at this point, as they did every year, and rowed out to sea. Gígja Guðbrandsdóttir's task was to do the household chores while waiting for the men to return. One stormy day when the wind was howling and Gígja waited alone, she heard footsteps downstairs in the stable.
She went down to check. But found nothing. She came back up into the room. The men were all there and looked at her without saying a word. The boat was never seen again, and none of the crew would ever return to the house. To believers in the esoteric, Snæfell's Glacier is one of the 5 magnetic points of the Earth. Every year, a colorful group of believers gather here from all over the world at the foot of the mountain. For years now, Pastor Rögnvaldur Finnbogason has been the minister for the 200 souls that make up the local parish. Most of his predecessors were here for a very long time, which shows that they were especially content with life in the locality. But for the native farmers and fishermen, it was not the church, but the glacier that was always the dominant force. The glacier influences weather conditions in the area. It determines whether there will be a storm or a blizzard, whether it will be foggy or sunny. It seems that even the church in this area long ago established a harmonious relationship with the glacier and its spirits. Everything centered, and still centers, on this majestic white mountain. En hvað þá þessi heiðni sem ríkir meðal Snæfellinga? Sumir kalla það heiðni ef menn trúa á huldarvættir eða svona, skulum segja, álfa og dverga og jafnvel draug og afturgöngur. Ef stígnir menn á ferli þegar dimmir á nótt og þeir mæta framliðnum, þá móternir menn tala það sem hindurvitni eða heiðni eða hjátrú. En þetta hefur bara fylgt mannlífi hér eins og alls staðar þar sem menn í snertingu við móður jörð og náttúruna, þá menn ekki, þá lifa menn í þessum heimi. Menn lifa í þessum heimi huldravætta. Huldufólk jafn raunverulegt og þú og ég hér og nú. Og það ekki neinni andstöðu við kristindóminn? Eflaust teológist séð, en lífið miklu, miklu margslungnara heldur en teológisk hugmyndafræði og kerfi. Jökullinn hefur alltaf verið einhver svona þunga miðja á bakvið allt mannlíf hérna. En þetta umtal orku útstreymi, einhverja emanasjón frá jöklinum, það þekkti enginn maður hér áður fyrr. Það svona móderni mystík, náttúrumystík sem kemur með aðkomumönnum. En jökullinn nánast heilagt fjall fyrir öllum gömlum Snæfellingum. Ég hugsa mér jökullinn oft sem hásæti drottins sjálfs og síðan fyrir mér á björtum dögum sitjandi þar í allri sinni dýrð. Þarna lítill hóll, heitir Berghóll. Það saga tengd við hann og hún segir frá syni prests sem var eiginlega
bergnumin í orðsins fyllstu merkingu á álfkonu, bláklæddri álfkonu sem leiddi hann sér upp við hönd eitt síðsumarkvöld út í hólinn og menn fóru að leita að stráknum og fund hann rétt áður en hún hvarf með hann inn í hólinn. Sumir halda að þetta sé hjátrú sem ég var að tala við ykkur áðan, að lifa í svo nánum tengslum við móður jörð og hafa samneyti jafnvel við álfa og huldarvættir. Það hljóta að vera heiðindómur, heidentum. En það er barnaskapur. Ég held að það sé viss firring í því að lifa í gerviveröld stórborga. Að koma út úr kirkju hér er annað en að koma út úr kirkju í Moskvu eða New York eða London og mæta malbyggi og öllum þessum gerviheimi konstrúeraðra borga. Þar sem tengslin við náttúruna eru rofin, þá fara menn að lifa í sinni eigin veröld sem er býsna ólík náttúrunni, sköpunarverki Guðs. Og þegar trúin á huldarvættir er dauð, maðurinn hefur upplifað það að verða heimsborgari eða búa í stórborg, þá er líka raunveruleg trú búin að vera. Leið og hjátrúin deyr hinn raunverulega trú á skapara heimins og jarðar.